Á ég að taka? Já, já. Unga fólki við stöndum. Þetta er ekki. Það liggur við. Nei, þetta er eitthvað við væna tilbúin. Já, þetta er að koma fram.
Við erum komin hér saman í dag í Reykhólakirkju til kveðjustundar. Við munum í sameiningu með bænum, tónlist og minningarorðum kveðja hjartkæran samferðamann okkar, Kristinn Bergsveinsson, með innilegu þakklæti fyrir allt sem hann gaf með lífi sínu. Því miður gátu ekki allir sem hefðu viljað verið með okkur hér í dag og ég flyt nú kveðjur þeirra. Freyja og fjölskylda eru stödd í skíðaferð í Svíþjóð og komast ekki til að fylgja afa og langafa síðasta spölinn. Langafa stelpurnar eiga fallega minningu þegar þær heimsóttu afa í sumar og gáfu honum bláber sem þær týndu í hlíðunum í kringum Reykhóla. Og senda hlýjar kveðjur. Æskuminningar afa og sveitina eru dýrmætar og tíminn þar ógleymanlegur. Takk afi. Svanhildur og fjölskylda senda kveðju frá Svíþjóð. Elsku afi hefur nú fengið langþráða hvíldina og okkur þykir leitt að geta ekki fylgt honum síðasta spölinn. Hugur okkar er hjá ykkur í dag. Ég minnist hlýrra æskuminninga heima í okkur og var ómissandi partur af jólum og öðrum hápunktum, barnæskunnar. Hann laumaði oftar en ekki einu nóga seríusúkkulaðistykki í okkur systur og ekkert jafnaðist á við afa tómata og gúrkur. Takk fyrir að vera afi minn og langafi okkar. Hvíldu í friði, elsku Kitti afi. Guðjón Ingi, Ester og synir senda innilegar kveðjur og eru þakklætur Rebekku, systur Kitta, senda innilegar samúðarkveðjur. Minningin og góðar samverustundir lifa í huga okkar. Hvíldu í friði, kæri frændi. Beggi á Gróustöðum staddur erlendis og sendir fjölskyldunni innilegar samúðarkveðjur. Lilla og Mummi Sæm frá Eyri senda innilegar samúðarkveðjur til aðstandenda. Þau minnast góðs vinar og sveitunga. Dísa, Kristján og fjölskylda í Efrimúla senda aðstandendum samúðarkveðjur. Guðlaug Guðbergsdóttir og Rafn Stefánsson senda börnum og öllum aðstandendum Kristins innilegar samúðarkveðjur. Guðlaug minnist með þakklæti góðs nágranna og mágs og hjálpsemi Kristins í Gufudalnum á tímum sem voru mjög ólíkir þeim tímum sem við þekkjum í dag. Hrefna Samúelsdóttir sendir fjölskyldunni innilegar samúðarkveðjur. Hún minnist góðra stunda úr sveitinni og þakkar fyrir liðnar stundir. Við skulum nú signa okkur og sameinast í bæn. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Biðjum. Guð kærleikans, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpaðu okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Við biðjum þig að blessa þessa kveðjustund og okkur öll sem hér komum saman til þess að kveðja Kristinn Bergsveinsson. Í Jesú nafni. Amen.
Í Davíðssálmum segir: Drottinn, þú hefur verið athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til. Frá eilífð til eilífðar ert þú. Ég les úr Rómverjabréfinu. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna, oftreystið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra. Hafið frið við alla að því leyti sem það unnt og á ykkar valdi. Rísa á fætur ef við treystum okkur til. Við heyrum heilagt guðspjall sem skrifað stendur í Jóhannesar guðspjalli.
og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Þegar ég farin burt og hef búið ykkur stað, kem ég aftur og tek ykkur til mín, svo að þið séð einnig þar sem ég er. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Amen. Náð sé með okkur og friður. Hljóðnuð er röddin, hæglátur blærinn. Helguð þín brottför, drottins náð. Virðing og þökk, vegferðin öll, vel í huga geymt. Syrgjendur kveðja, söknuðin finna, sárasta harmins, tregans tár. Virðing og þökk, vegferðin öll, vel í huga geymt. Segir í fallegum texta Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar. En við erum komin saman hér í Reykhólakirkju til þess að kveðja og þakka fyrir langt og farsælt líf Kristins Bergsveinssonar og samfylgd hans við okkur. Það er sannarlega margs að minnast og margt að þakka. Rödd Kristins er nú hljóðnuð og helguð hans brottför. En þó röddin sé hljóðnuð í þessari veröld sem við þekkjum hér, þá lifir hún áfram í hjörtum og huga ykkar sem stóðuð honum næst ókomna tíð. Virðing og þökk fyrir allt það sem hann gaf með lífi sínu. Kristinn Bergsveinsson fæddist í Gufudal í Gufudalssveit þann 29. júní
árið 1927. Foreldrar hans voru hjónin Bergsveinn Elídon Finnsson, bóndi í Gufudal, og Kristín Petrea Bergsveinsdóttir, húsfreyja. Þau bjuggu í Gufudal þar sem Kristinn, eða Kitti eins og hann var oftast kallaður, ólst upp. Kitti var 7. í röð 9 systkina. Hálfsystir hans sammæðra var Ebba Aðalheiður Eyjólfsdóttir. Hún lést 4 ára úr spænsku veikinni. Blessuð sé minning hennar. Alsystkini Kitta voru Finnur, Ebba Aðalheiður, Guðmunda Elín, Sveinsína Pálína, Ólafur, Rebekka og Reynir. Þau eru nú öll látin. Blessuð sé minning þeirra. Þegar Kitti var ungur, lifði hann lífi sem var mótað af þeim búskaparháttum sem tíðkuðust á landsbyggðinni á þeim tíma. Kitti minntist þess sjálfur að á þessum tíma hafi þau fjölskyldan lifað á því sem landið og sjórinn gáfu. Mataræði á sumrin hafi verið harðfiskur, þrumari og grjónagrautur og á veturna súrmatur, saltkjöt og saltfiskur. Silungurinn var stanslaus gestur á borðum frá vori til hausts og þótti kindaskýrið algjört sælgæti. Kitti fór í farskóla á milli bæja í sveitinni sem barn og fór síðan í bændaskólan á Hvanneyri. Búfræðiprófi frá bændaskólanum lauk hann síðan árið 1948. Kitti kynntist konu sinni Kristjánu Guðmundu Jónsdóttur frá Skálanesi og þau byrja sinn búskap í Gufudal 1954. Þau gengu í hjónaband árið 1961 en leiðir Kitta og Kristjánu skildu árið 1989. Þau eignuðust saman stóran hóp barna. Þau eru Ingibjörg, fædd 1954, maki hennar er Ágúst Ormsson, Gerða Björk, fædd 1956, maki hennar er Hafliði Guðjónsson, Bergþóra Lilja, fædd 1957, maki hennar er Gunnlaugur Valgeirsson, Jóna Kristín, fædd 1961, Einar Trausti, fæddur 1964, maki hans er Þórunn Björnsdóttir og Bergsveinn Elídon, fæddur 1971. Maki hans er Ingibjörg Magnúsdóttir. Barnabörnin eru 17 talsins, barnabörnin 36 og langafabörnin 2. Kitti var bóndi í Gufudal frá árinu 1952 til 1989. Eftir fráfall föður síns tók hann við búinu, fyrst í samstarfi við bræður sína. Í Gufudal byggðu Kristinn og Kristjana allt upp frá grunni. Hann ræktaði öll túnin í Gufudal, beinar og fallegar sléttur sem eftir var tekið. Byggði upp allan húsakost, fyrst íbúðarhús með bræðrum sínum, síðan fjárhús, hlöðu og flatgryfju. En þegar hann hóf búskap voru útihús úr torfi og grjóti. Börn hans minnast þess að hafa farið með honum í gömlu fjárhúsin til gegninga að vetri. Hann ræktaði upp fallegan og frjósaman fjárstofn, mjallahvítar ær. Hann smalaði á haustin fótgangandi upp öll fjöll og síðar keyrandi fjöll og fyrnindi. Heimili þeirra var ávallt opið. Jana bakaði og gestir voru alltaf boðnir velkomnir þegar þá bar að garði.
Gestakomur voru tíðar og heimilið gegndi mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Þar var áður kjörstaður og þar var einnig fundað. Þegar messað var í Gufudalskirkju var ætíð boðið í kaffi heima hjá Kitta og Jönu. Kitta þótti vænt kirkjuna og gegndi þar meðal annars hlutverki meðhjálpara. Auk búskaparins sinnti hann margvíslegum störfum og tók virkan þátt í uppbyggingu sveitarinnar. Þeir bræður gerðu einnig út vörubíl. Á honum óku þeir steypumöl til brúarsmíði á Gufudalsá og víðar, þar sem öllu var mokað á bílinn með handskóflu. Verk sem segir sitt dugnað og þrautseigju. Þeir fengu einnig einn af fyrstu traktorunum sem kom í sveitina og unnu mikið við jarðabætur og ræktun. Á haustin stundaði hann rjúpnaveiði og seldi afurðina og var þar jafnan góðlátleg keppni milli hans og Reynis bróður hvor þeirra hefði fleiri rjúpur eftir haustið. Alla tíð var Kitti maður framfara og framtíðar sínar. Hann hafði brennandi áhuga á öllu sem hann taldi til hagsbóta, hvort sem laut að búskap, samfélagi eða nýjum leiðum til uppbyggingar. Hann var virkur í félagsmálum bænda og sat fundi stéttarsambands bænda áratuga skeið, þar sem rödd hans var bæði heyrð og virt. Kitti var ófeiminn við að minna á að árangur næst aðeins með vandvirkni og ábyrgð. Það átti við jörðina, bústofninn, tækin og byggingarnar og raunar allt sem hann tók sér fyrir hendur. Hann var jafnframt óhræddur við að takast á við ný viðfangsefni. Þegar hann lét af búskap í Gufudal og Einar sonur hans tók við ásamt fjölskyldu sinni, taldi hann sjálfur að tími væri kominn til að stíga til hliðar. Þá rifjaði hann upp sjómennskuna frá æskuárunum og fór að gera út trillu frá Suðureyri. Nokkru síðar, þegar hann var kominn á þann aldur, þegar flestir eru hættir að standa í stórræðum, þá keypti hann gróðrarstöðina Garða á Reykhólum. Stækkaði hana ríflega helming strax á fyrstu árum og byggði sér einnig íbúðarhús. Kitti náði fljótt góðum tökum á ræktuninni og tómatar frá honum urðu eftirsóttir fyrir gæði og bragð. Úr gróðurhúsinu fór enginn tómhentur. Fólkið hans fékk jafnan fullan poka af tómötum og gúrkum. Og þar kom enn í ljós sama natni, vinnusemi og metnaður og hafði fylgt honum alla tíð. Hjálpsemi og samheldni voru gildi sem einkenndu Kitta vel. Hvort sem var að ræða heyskap, steypuvinnu eða önnur verk sem til féllu, var hann alltaf boðinn og búinn að leggja sitt af mörkum. Hann var góður heim að sækja, gestrisinn og traustur í samskiptum. Það var alltaf mikill gestagangur á heimili Kitta á Reykhólum. Kallarnir í þorpinu komu þar gjarnan saman í morgunkaffi til Kitta og fluttu honum nýjustu fréttir. Þeir kölluðu heimilið hans jafnan afdrepið. Kitti hafði alltaf sterka réttlætiskennd og hafði mjög litla þolinmæði fyrir kapítalískri gróðrahyggju. Í hans huga snerist vinna ekki að græða, heldur að vinna vel af heiðarleika og í þágu samfélagsins. Börnin hans lýsa honum sem manni sem aldrei sleit tengslin við búskapinn, jafnvel eftir að hann hafði lagt hann formlega til hliðar. Hann fylgdist grannt með öllu sem gerðist í sveitinni og vildi fá fréttir af sauðburði, heyskap og smalamennskum. Á meðan heilsan leyfði fór hann gjarnan með að kíkja eftir eftirlegukindum á haustin
og naut þess þegar starfsfólk Barmahlíðar færði honum rollufréttir og sagði frá gangi búskaparins. Hann hafði einnig sérstakt lag á ættfræði og hafði á hreinu hver var undan hverjum, eins og hann orðaði það sjálfur, og naut þess að miðla þeirri þekkingu áfram. Sama elja birtist í áhuga hans á vegagerð og samgöngumálum sem hann fylgdist náið með og tjáði sig opinberlega. Fjölmargar greinar birtust eftir hann í blöðum, þar sem hann lagði orð í belg af festu og skýrleika. Þrátt fyrir háan aldur hélt hann áfram að fylgjast með framvindu samfélagsins. 96 ára gamall var hann viðstaddur opnun brúarinnar yfir Þorskafjörð, atburð sem skipti hann miklu máli og veitti honum sanna gleði. Augun voru ætíð opin fyrir náttúrunni. Hann var alltaf að horfa eftir rollum, jafnvel þegar hann var undir stýri, stundum svo að hugurinn var kominn út í móa, að bíllinn rataði á vitlausan vegarhelming. Hann var einstaklega veðurglöggur og ógleymanleg sagan þegar fjölskyldan kom saman í Húsafelli verslunarmannahelgi. Þegar honum var boðið að gista, svaraði hann einfaldlega: "Sjáið þið ekki skýjabakkann? Það verður vitlaust veður í nótt." Og það gekk auðvitað eftir. Allt fauk sem fokið gat. Kitti var barngóður maður og stoltur af sínum afkomendum og minnast barnabörnin hans á ýmsan hátt. Á árum grænmetisræktarinnar var hann kallaður afi gúrka, enda gaf hann þeim gjarnan gúrkur og tómata. Hann kallaði afadrengina sína oft vin vors og blóma og tvíburana kallaði hann tvílembingana. Afabörnin minnast þess líka að heyra hann kalla eða gagga á tófuna sunnan yfir ána og fá svar tilbaka frá tófunni. Það fannst þeim einstakt. Kitti flutti á Barmahlíð í byrjun árs 2022. Honum leið vel þar og átti þar góðar stundir. Við leiðarlok þakklæti í huga fjölskyldu Kitta. Þau senda hjartans þakkir fyrir góða og hlýja umönnun á Barmahlíð. Faðmig þig ljósið, friðarins engill, fylgi þér nú á æðra stig. Virðing og þökk, vegferðin öll, vel í huga geymd. Kitti lést í Barmahlíð á Reykhólum 17. desember síðastliðinn, 98 ára að aldri. Sofnaði hægt og rótt inn í himinn Guðs. Kitti lifði lífinu að fullu, með þrá fyrir sveitinni sinni og einlægan kærleika til fjölskyldu sinnar og vina. Minningarnar öll ævintýrin lifa áfram. Þær eru ljós sem hverfur ekki, heldur fylgja okkur alla tíð. Í Rómverjabréfinu segir: "Hvorki dauði né líf mun geta slitið okkur frá kærleika Guðs." Það mín staðfasta trú að Kitti hvíli nú í kærleiksríkum faðmi Guðs. Ég trúi því að hann sé nú á fallegum stað þar sem tekið var vel á móti honum og að á þessum stað munum við hittast aftur þegar lífið eins og við þekkjum það nú tekur enda. Margs að minnast og margt að þakka. Í sorginni hægt að finna þakklæti fyrir allt sem hann gaf ykkur með lífi sínu. Við kveðjum Kitta í dag. Heimurinn fátækari, en dýrmætar minningar lifa áfram og gleymast ekki. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæran mann, föður,
tengdaföður, afa, bróðir og vin, í arma miskunnar Guðs. Guð varðveiti útgöngu hans héðan í frá og að eilífu. Guð geymi þig og gæti í friði sínum, Kristinn Bergsveinsson. Amen. Aðstandendur Kitta vilja þakka samúð og hlýhug og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar í íþróttahúsinu á Reykhólum að athöfn lokinni. Við skulum biðja. Við þökkum þér, kærleikans Guð, fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilögu orði þínu. Gef að við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Kristinn Bergsveinsson. Við þökkum allt það góða sem hann gaf okkur með lífi sínu. Helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hans. Styrk þau öll og veit þeim leiðsögn á komandi tímum. Í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Guð hefur kennt okkur og biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sumar vetur, ár og dag.
lesa úr sætum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Far þú í friði, Kristinn Bergsveinsson, og hafðu þökk fyrir allt og allt. Amen. Góði vinir, að athöfn lokinni verður kistan borin hér út og sett niður á búkka hér fyrir utan, þar sem ykkur gefst færi á að ganga að kistunni og kveðja. Bálför mun síðan fara fram og jarðsett verður síðar í Gufudalskirkjugarði. Takið nú við blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Farið í Guðs friði.